Komið sæl, Birgir Þór heit ég, þið eru að horfa á SO Motorsport hér á RÚV. Efni þáttarins í kvöld, fyrstu 2 umferðir Íslandsmótsins í torfæruakstri, sem framfóru annars vegar á Akureyri og hins vegar í Mosfellsbæ. Hörkuslagur fyrsta sætið í báðum þessum keppnum. Komum nánar að því hér á eftir. Íslandsmótinu í karti á smábílum lokið, eknar voru 9 umferðir. Og úrslit liggja fyrir. Kristján Einar Kristjánsson og Ragnar Þór Arnljótsson eru báðir með 69 stig. Það hins vegar smá ágreiningur það hvernig á að tilgreina hver Íslandsmeistari, þar sem þeir eru jafnir að stigum. Reglan hefur verið sú að sá sem að sigrar í síðustu umferðinni ef jafnt er sigurvegarinn, og það í takt við reglur í Danmörku. En í Formúlu 1 þá telja menn hins vegar hversu oft viðkomandi hefur orðið í fyrsta sæti. Og ef að farið væri að þeim reglum þá væri Ragnar Þór Arnljótsson Íslandsmeistari. En Landssamband íslenskra akstursfélaga með þetta til skoðunar. En við förum á Akureyri eins og ég lofaði síðasta þætti. Við ætlum að fylgjast með hörkuslag, 3 ökumanna fyrsta sætið. Og þessir 3 þeir báru nokkuð af á Akureyri. Fyrst hann ber að telja Ragnar Róbertsson, margfaldur Íslandsmeistari í götubílaflokki. Hann á minni dekkjum eða afkasta minni dekkjum heldur en hinir 2 sem við fáum að sjá, Gunnar Gunnarsson og Sigurður Þór Jónsson. En hér Ragnar á ferð í fyrstu braut. Þessi dekk eru svokölluð skófludekk, en hinir bílarnir eru á ausudekkjum sem eru heldur stærra og viðameira munstrið. En Ragnar gerir vel hér í fyrstu braut, fer alla leið og fær fyrir það 350 stig og gerir þetta refsilaust. Sigurður Þór Jónsson með endur smíðaðan bíl og nýtt fjörunarkerfi. Fjörunarkerfið svipað og í motocross mótorhjólum, nema það eru heldur þykkari dempararnir. Og Sigurður að keyra hér í fyrsta sinn með þennan fjörunarbúnað, og það greinilegt að þessi búnaður að virka. Tilgangur með fjörunarkerfi aðeins einn, og það ekki það að ökumanninu líði vel inn í bílnum og hann sé mjög mjúkur. Heldur tilgangurinn sá að halda hjólunum ætíð í snertingu við jörðina. Því að ef hjólin ekki í snertingu við jörðina þá hvorki hægt að drífa bílinn áfram né bremsa, og það það sem þetta snýst Sigurður Þór fekk 350 stig refsilaust í fyrstu braut, og sömu sögur að segja af Gunnari Gunnarsinni sem á nýsmíðuðum bíl. Það sama vél og sami girkassi, sami drifbúnaður og sami fjörunarbúnaður og í gamla trúðnum frá í fyrra, en þessi bíl hins vegar það bil tæplega 500 kílóum léttari heldur en gamli trúðurinn. Þá það Ragnar Róbertsson í braut nr. 2. Keppni var haldin á Akureyri 3. júní og öll framkvæmd á henni til fyrirmyndar. Ragnar snerti þarna dekk, en dómararnir refsuðu honum ekki fyrir það. Ragnar fær hér í annarri braut 180 fyrir lengdina, engin refsing. Það var Sigurður Þór Jónsson. Hámarks stigafjöldi fyrir hverja braut 350 stig. Snerti menn dekk þá tapast 20 stig, fari menn með 1 hjól bifreiðarinnar fyrir utan brautarmerkingu tapast 50 stig. Sé aðeins 1 hjól bifreiðarinnar innan brautarmerkingar, þegar farið í gegnum hlið, þá mínusinn 100 stig. Fyrir að bakka tapa menn 40 stigum, og ef menn stoppa þá tapast 10 stig. Gunnar Gunnarsson, Ragnar Róbertsson og Sigurður Þór Jónsson báðu mér 180 stig og því jafnir. Gunnar vill meira, fer hér yfir, tapar hann 50 stigum og stoppar, og þar fara 10 stig viðbót. Og nú verður hann að fara svolítið hátt hér í síðasta stálið til þess að bæta sér upp þennan mínus sem hann ákvað að taka á sig þarna til þess að reyna að komast alla leið. En þetta ekki nema 220 stig. Mínus 60 stig, og hann fær því aðeins 160 stig. Með 510 stig á móti 530 stigum hjá Ragnari og Sigurði.
Braut 3. Ragnar Róbertsson fer fyrstur. 1/3 brautar búinn og þarna fer hann yfir dekk en einhverju hluta vegna þá ráku dómararnir ekki augu í þetta en þeir sáu hins vegar þetta. Ragnar Róbertsson er kominn hérna út úr braut, tók stefnu á vitlaust hlið og Ragnar fær ekki nema 140 stig fyrir þessa braut og það er kannski skiljanlegt þegar maður horfir innan úr bílnum af hverju hann viltist að leið með sólina beint í andlitið. Ætti reyndar að sjá hliðið núna en gerir það ekki, fer hægra megin við það og svo áfram og svo ekki það í skorist en þarna tapast mörg stig það sem að hann fer brautina til enda. Nú voru að sjá hvort að Sigurþór Jónsson kemst að þessu hliði og í gegnum það sem að Ragnar Róbertsson misti af. Já, þarna er hliðið og þá er það næsta hlið sem að Ragnar fór í gegnum sem förin eftir hann og nei, Sigurþór veltir og það er 180 stig fyrir lengdina, mínus 20 stig fyrir að snerta brautarmerkingu. Það er það með 690 stigum eftir 670 stigum eftir 3 brautir. Það er Gunnar Gunnarsson. Hann á góða möguleika á því að ná forystu hér þar sem að keppinautar hans voru aðeins að fá 140 stig og 160 í þessari braut. Gunnar á réttri leið. Bakkinn þar sem að Sigurður velti. Gunnar kominn í gegn og hann pikkar þarna upp ein 50 refsistig. Áttar síðan ekki á því að endahliðið er þarna vinstra megin á skjánum. Fer hér eitthvað án þess að sjá nokkuð staðar brautarmerkingu og hann er bara út úr braut. 210 stig fyrir lengdina og 70 refsistig, fekk aðeins 140 stig rétt eins og Ragnar Róbertsson. 4. braut. Gunnar fer fyrstur. Þetta eru 20 stig í refsingu. Sama hlið og áðan. En til vinstri að þessu sinni upp í síðasta barðið og upp fer hann og nú fer hann í gegnum endaliðið 350 fyrir lengdina en 20 refsistig fyrir að snerta brautarmerkingu. Það er Ragnar Róbertsson. Refsilaus en þá laglega gert. Feiknalega lunginn ökumaður, 350 stig, engin refsing. Sigurþór Jónsson. Veltan mjúk áðan og enga skemmdir á bílnum. Og Sigurþór, 350 stig, engin refsing, er með 1040 stig eftir 4 brautir. Ragnar Róbertsson er í öðru sæti með 1020 stig og Gunnar Gunnarsson með 980 stig. 5. braut. Róbertsson. Og næsta hlið er hér. En hann hefur einfaldlega ekki hraðan, ekki gripið í þessu lausaefni og Ragnar Róbertsson fær 230 stig hér. Sigurþór Jónsson. Nei, 220 stig, svo það minnkar munurinn á milli þeirra 10 stig, það er Gunnar Gunnarsson. Og ekki sleppur Gunnar þarna upp heldur, 230 stig. Með 1210 stig, 40 stigum eftir Ragnar Róbertssoni sem er aftur 10 stigum eftir Sigurþór Jónssoni og 3 brautir eftir. Braut nummer 6. Ragnar Róbertsson fer enn og aftur fyrstur. Var næstum því búinn að verða að því að fara í gegnum þetta hlið og þá hefði nú ekki komið mikið úr þessari tilraun. Nú er að sjá hvort að honum tekst hér í annari tilraun við sama barð og áðan. Nei, 7. braut, 230 stig. Og þarna eru væntanlega dekkin mögulega fyrir hann að spila sitt hlutverk og Sigurþór Jónsson verður nánast eins og Ragnar Róbertsson að þessu hliði hér. En sleppur. Og þá er það brekkan sem Ragnar fór ekki upp. Vel gert og fjöðrunarkerfi skilar sínu, hjólin lenda á jörðinni og er ekkert að skoppa upp og Sigurþór með fullt grip og upp fer hann 350 stig en 80 refsistig.
fær því 50 stigum, nei 40 stigum meira en Ragnar Róbertsson er komið með 1530 stig á móti 1480 hjá Ragnari Róbertsssyni. Þeir eru dekkin farin að skila sínu hlutverki. Þegar komið í laust efni þá þarf þessi stóru öflugu dekk og að sjálfsögðu aflið og fjörunarkerfið. Gunnar Gunnarsson 50 refsistig, 300 stig, 30 stigum meira heldur en Sigurður Þór Jónsson. Gunnar Gunnarsson með 1510 stig kominn í annað sætið. Þá er 7. á næst síðasta braut. Síðasta brautin er tímabraut. Ragnar Róbertsson fyrir enn og aftur fyrstur og fyrir liggur að fara upp bratta sem að er eins og svo gott sem ókleifur allavega fótgangandi. En Ragnar lætur það ekki stoppa sig. Glæsilegur akstur hjá Ragnari. Hárnákvæmar tímasetningar á því hvenær hann gefur bílnum inn og hvenær hann slakar á, hvenær hann tippar á bremsuna. Gerir það að verkum að hann er að ná frábærum árangri hérna. 350 stig refsilaust fyrir þessa braut sem ég hélt að væri ókleif. Og sá er aldeilis búinn að setja pressuna á Sigurð Þór og Gunnar Gunnarsson. Ekki mátti það vera brattara en þetta. Sigurður Þór upp, 350 stig refsilaust. En það munar litlu að hann stoppi hérna. 1880 stig, ein braut eftir, 1830 stig hjá Ragnari Róbertsssyni, Gunnar Gunnarsson. Ætli hann sér að blanda sér í toppslaginn þá dugar ekkert annað en 350 stig hér refsilaust. En hann snertir dekk og brýtur síðan millikassa þannig að það er ekkert afl til framhjólana. Og það er með ólíkindum þegar að þessir bíl eru aðeins með drif á einum öxli þá geta þeir bara ekki nokkuð skapað hlut, þeir grafa sig bara niður. Og Gunnar Gunnarsson verður að láta sig linda 190 stig og allir möguleikar á fyrsta sætinu úr sögunni. Og hann hefnaði í 3. sæti, öruggur sigurvegari hins vegar Sigurður Þór Jónsson sem fór rétta leið og náði góðum tíma, besta tíman í tímabrautinni. Sjáum við úrslitin. 2170 stig á móti 1934 stigum hjá Ragnari Róbertsssyni. Ragnar Róbertsson sigrar að sjálfsögðu í götubílaflokki, Bjarki Reynisson var þar annar og Gunnar Gunnarsson þriðji. En þá var haldið suður og fyrir 10 dögum síðan var keppt í Grefjum í Mosfellsbæ. Og við ætlum aftur að fylgjast með slag þessara þriggja sem við sáum hér áðan, en við ætlum þó að fylgjast með Daníeli Gunnari Ingimundarsyni hér í fyrstu braut og hann setti Íslandsmet og ef ekki bara heimsmet líka. 10 stig í mínus fyrir að stoppa hér og brautin er rétt að byrja. Fást 350 stig fyrir það að fara brautina alla til enda og síðan dragast frá refsistiginn fyrir að aka niður stigurnar eða vera hálfir út úr hliði eða kannski bara næstu því 90% út úr hliði. Og fyrsta brautin, hún var erfið, það voru mörg hlið. Daníel Gunnar Ingimundarson vildi mörg stig, þarna snertir hann stigurnar báðum megin í hliðinu. Tapar hér öðrum 50 stigum og hvað, situr hann fastur eða hvað? Nei, bakkar og þar fara 40 stig viðbót og þar með var hann búinn að tapa því sem hann var búinn að vinna sér inn í þessari braut. Og hann heldur áfram, bakkar aftur. Niðurstaðan 0 stig. Hann safnaði 460 refsistigum á því að reyna að komast þessa braut og það var rangt mat að reyna að fara meir en helming þessara brautar. Það sýndi Gunnar Gunnarsson í þessari braut
Það fer talsverður tími í það hjá keppendum áður en að keppni hefst að skoða brautir, vega og meta hvort að brautir eru raunverulega færar til þess að ná 350 stigunum og það verður að sjálfsögðu hver og einn að taka ákvörðun. En svo hafa menn líka bílinn fyrir framan sig til þess að meta stöðuna og Gunnar Gunnarsson keyrir bara hér út úr braut mjög fljótlega og nær sér í 70 stig. Þessi 70 stig hefði væntanlega farið ef hann hefði reynt við næsta hlið miðbik brautarinnar. Það var Sigurður Þór Jónsson. Þannig að fara 20 stig og stikan sem að var að hverfa hérna sem að Sigurður tók. Hann tók hana þannig að hann fékk 100 refsistig og niðurstaðan hjá Sigurður Þór Jónssoni var 0 stig. Það sem að refsingin var meiri heldur en þau stig sem hann fékk fyrir brautina. Þannig að þetta var hárrétt ákvörðun hjá Gunnari Gunnarsinni áðan að aka bara út úr brautinni þegar hún var hálfnuð. Og sömu ákvörðun tekur Ragnar Róbertsson. Það er afturhjólinn sem telja, þannig að hann fer eins langt eins og hann getur nálægt þessu hliði, stoppar, veifar höndum, ég er hættur. Ekkert bakk, 100 stig og hann tekur forustuna. Það var braut nummer 2. Gunnar Gunnarsson með 70 stig eftir fyrstu braut og hann ákveður að fara út úr þessari braut líka því að stikan þarna uppi í hlíðinni fyrir ofan bílinn hans. Hún er bara einfaldlega of hátt uppi til þess að vert sé að reyna við hana. Leó Viðar Björnsson gerir það hins vegar eftir að hafa bakkað og líður ekki feitum hesti frá þessari braut 200 stig fyrir lengdina, 140 refsistig. Og það gekk ýmislegt á í þessari keppni. Mismunandi ástand á bílunum. Þetta er þriðja braut og nú var nokkuð lúmsk. Þetta er fram hjá endahliðinu en brautin virðist vera fær. Sigurður Þór Jónsson. 0 stig úr fyrstu braut. ...40 stig fyrir braut nummer 2. Þriðja braut. Snertir hann að tapar 20 stigum. Og hann hittir í endahliðið en kemur einhvern veginn skakkur niður og veltur og það er talsvert mikið högg sem að kemur á bílinn. Jarðvegurinn er þannig að hann gefur ekkert eftir á þessum stað, leirkenndur og mjög fastur fyrir. Og Sigurður marðist talsvert á öxl við þetta högg. Það var Bjarki Reynisson. Bjarki hafnaði að lokum í öðru sæti í götubílaflokki en fjórða sæti yfir heildina. Hlaut jafnmörg stig og Daniel Ingimundarson en Daniel fékk eins vegar þriðja sætið sem að innbyrðis viðuregnir þeirra á milli voru honum í hag. Ragnar Róbertsson, þriðja braut. Hann er í slag við Gunnar Gunnarsson fyrsta sætið. Stikan hérna á botninum er aðeins leiðbenningar stika, það er engin refsing fyrir hana. Þetta gerir Ragnar alveg hreint frábærlega. 350 stig fyrir lengdina. Refsingin hljóðar hins vegar upp á 130 stig, þetta eru 220 stig sem hann fær. Vel gert Ragnar. Þá er það Gunnar Gunnarsson. Kastar hér aftur endan svolítið til þessi setur henni svolítið vandasama stöðu fyrir næsta hlið. Það sem aðri keppendur voru að koma ofan að því hliði en hann leysir þetta styrkilega. Það er bara að vísu 20 stigum. Meðan að Gunnar er að aka brautinu þá er Sigurður Þór Jónsson kominn í viðgerðarsvæði og Gunnar hittir ekki hér endahliðið og fær aðeins 240 fyrir lengdina og 70 refsistig. En þetta er bara með við harðari veltum sem ég er endi í.
Hann líka því hann lendir beint á búrinu. Það ekkert sem deyfir höggið. Búrið skemmtist aðeins en öryggiseftirlit í lagi og Sigurði gert skylt að styrkja búrið. Þá komið að fjórðubraut og það tímabrautin. Ragnar Róbertsson alltaf fljótur í slíkum brautum. Var með 40 stiga forskot á Gunnar Gunnarsson fyrir þessa braut. Besti tími gefur 300 stig, annar besti tími 270 stig. Það munar sem sagt 30 stigum á besta tíma og næstbesta tíma. Þriðji tími gefur síðan 250 stig. Þetta vel gert hjá Ragnari. Tíminn góður. 10 stig refsingu fyrir hverja stigu sem að menn snerta. Og tíminn hjá Ragnari 53:33 og hann snerti í tvígang. Þá það Gunnar Gunnarsson. Það ljóst að Sigurður Þór Jónsson úr slagnum hérna fyrsta sætið. Tími Ragnars 53:33. Næsta umferð Íslandsmótsins fer fram á Hellu eftir 10 daga, 14. júlí. Það jafnframt fyrsta umferð heimsbikarkeppninnar í torfæru. Það verða þar á Hellu 2 umferðir, föstudag og laugardag, 14. og 15. júlí og þangað munu mæta 10 erlendar áhafnir frá Finnlandi, Svíþjóð og Noregi. Nú margfaldur Íslandsmeistari í torfæru Gísli Gunnar Jónsson verður með í þessari keppni og Gunnar Ásgeirsson verður með mjög öflugan bíl. Þannig að hafi menn áhuga á torfærunni þá Hella rétti staðurinn eftir 10 daga. En tími Gunnars 51:05, betri tími og þar að auki aðeins ein snerting og þegar aðeins 3 þrautir eru eftir þá munurinn á þeim 10 stig. Ragnar Róbertsson 760, Gunnar Gunnarsson 750 og þarna Ragnar Róbertsson að tapa 40 stigum á því að bakka. Ragnar Róbertsson fær 220 stig fyrir lengdina í þessari braut og 90 refsistig. Gunnar Gunnarsson 180 fyrir lengdina og 20 refsistig, þannig að Gunnar lagar stöðu sína verulega hér og tekur forystuna. En Sigurður Þór Jónsson var alveg heillum horfinn eftir þessa veltu. Bjarki Reynisson Nei, það bara ekki grip í þessum fasta leir og ekki fór hann upp. Næst síðasta braut, Gunnar Gunnarsson. Gunnar Gunnarsson með 750 stig fyrir þessa braut. Ragnar Róbertsson 760 stig. Gunnar drepur hér á. En tapar ekki nema 30 stigum, fær 320 stig fyrir lengdina. Þá það Ragnar Róbertsson. Munurum á þeim fyrir þessa braut 10 stig, Ragnar í vil. En Ragnar aðeins grófari á brautarmerkingum og hann tapar 50 stigum á meðan Gunnar tapaði bara 30. Hann tapaði þess að 20 stigum meira heldur en Gunnar og í stað þess að vera í forystunni fyrir síðustu braut þá Ragnar Róbertsson í öðru sæti og það Gunnar sem með 10 stiga forskot. Og í þessari braut bilaði bíll Sigurðar Þórs þannig að lokum hafnaði hann í 7. sæti í þessari keppni. Síðasta brautin var auðveld, beint upp og þó að það brætti væri þarna þá fóru þeir báðir þarna upp refsilaust
Gunnar Gunnarsson sigraði með 1410 stig, Ragnar Róbertsson var annar með 1400 stig og þeir eru jafnir í Íslandsmótinu, báðir með 16 stig. Keppni heldur áfram eftir 10 daga á Hellu og við verðum hér aftur í sjónvarpinu